kvöldið. Verið hjartanlega velkomin í United Reykjavík, gaman að sjá ykkur. Mér langar að bjóða ykkur að rísa á fætur þeir sem getið með mér. Við ætlum að lofa Guð í kvöld og við ætlum að gefa honum allt okkar. Næsta 1,5 klukkutíman ætlum við að beina sjónum okkar að honum, ekki heiminum fyrir utan. Má ég heyra á mig? Við skulum bara byrja því að biðja. Heilagi Far, ég þakka þér Drottinn fyrir þennan dag. Ég þakka þér Drottinn fyrir að þú ert hér, að nærvera þín er hér. Það stendur í þínu orði að þar sem að 2 eða 3 eru samankomnir, þar ert þú mitt á meðal. Faðir minn og Guð, við komum fram fyrir hásætið þitt og við bara beinum sjónum okkar að þér. Skapari heimins og jarðar, þú sem að sérð okkur Drottinn, þú sem elskar okkur, þú sem þekkir okkur með nafni. Drottinn dýrðar, við lofum því í kvöld. Amen. Vil
Halleluja, gaman að sjá okkur, gaman að sjá svona marga. Það er samt ennþá pláss, til þess að sækja fleiri. Halleluja, við viljum fylla staðinn. Það er það sem við eigum að gera. Við eigum að fara út og sækja fólk, vera í trúboði. Halleluja, það er svo auðvelt og það er svo mikil neyð. Ég var nú bara gær, þegar ég vaknaði, ég fór snemma svo í gær, vaknaði, það voru 4 missed call frá frænda mínum. Og hann er í mikilli neyð. Og ég hringdi í hann og þá hafði hann farið með sjúkrabíl bara nóttina niður á spítala af því hann er búinn að moka í sig, bara hvað sem hann finnur. Hann á tíma sem hann stendur sig stundum ágætlega en síðan fellur hann. Og ég gat beðið með honum og sagst biðja fyrir honum, hvatt hann til þess að biðja. Hann er kominn með plássin á meðferð. En við eigum að vera þetta fólk. Þegar fólk er í neyð, þá á það að hugsa okkur af því að við eigum Jesú og það veit að við eigum Jesú og það leita til okkar. Þannig að það finni, mér líður illa, ég er í hættu staddur, ég ætla að leita til þessa eða hins af því ég veit að hann á eitthvað sem ég þarf. Þannig að mér langar að biðja fyrir öllum bænarefnum sem eru hér inni á hjarta eins og sérhvers. Við eigum vini, fjölskyldur, börn sem eru kannski bara þvílíkum vandræðum núna á hræðilegum stað, alveg sem þennan frænda minn. Og Drottinn minn, ég lyfti upp faðir minn, frænda mínum, ég bið að varðveita hann, ég bið að halda lífinu í honum þangað til hann kemst í meðferð faðir minn. Og ég biði fyrir einum og sérhverjum minn inni sem er núna að hugsa ástvin eða vin eða Drottinn minn, hvað sem það kann að vera, þú megi koma inn í Drottinn minn. Halleluja, hjálpað okkur að vera fús til þess að fara út og tala til þeirra, hvetja þau, uppörfa þau, biðja með þeim. Faðir minn, við höfum öll, faðir minn, hlutverk og við getum gert svo mikið. Hjálpa okkur að fyrirverða okkur ekki fyrir þig, heldur vera Drottinn minn, að allir megi vita, við elskum þig og það megi leita til okkar fólki þegar þarf að vera að halda. Halleluja. Þannig að ég biði faðir fyrir einum og sérhverjum sem hér er komin í kvöld, faðir minn. Það er einhverjir hér inni, faðir minn, sem að berjast, sem að glíma, faðir minn, fíkn eða hvað sem það kann að vera, faðir minn, megi koma bara með gegnumbrot og lausnin í lífi eins og sérhvers, faðir. Halleluja, við leggjum stundin í þínar hendur, við þekkum þér, faðir minn, og hjálpa okkur bara að vera í einingu í að lofa þig og draga niður nærveru þína, faðir. Í Jesú heilaga nafni. Sem minni ég á samskotin, þau eru aftast posin, baukar ganga. Þið blessið, þegar þið blessið, þá blessum við, þið blessum á móti. Það er sættir að gefa en að þiggja og bara hvetja ykkur til þess að gefa. Halleluja. Rís aftur á fætur með mér, með okkur og lofa Guð. Við ætlum að taka lag sem heitir Name Above All Names og það er nafni Jesús. Það er nafni Jesús sem er öllum öðrum nöfnum æðra og við ætlum að lofa hann. To the name above.
still flows. The work is finished, and hell still knows that the grave is still empty, the stone is still rolled. You're still high and lifted up, you're still seated on the throne. The cross still stands, the blood still flows. The work is finished, and hell still knows that the grave is still empty, the stone is still rolled. You're still high and lifted up, you're still seated on the throne. All praise to the name above all names, Jesus. You reign, 'cause you're the name above all names. Hallelujah. Every voice will proclaim there is no higher name. Hallelujah. Age to age we will say there is no higher name. Hallelujah. Every voice will proclaim there is no higher name. Hallelujah. Age to age we will sing, and all praise to the name above all names, Jesus. You, 'cause you're the name above all names. You're the name above all names. You're the name above all names. The cross still stands, the blood still flows. The work is finished, and hell still knows that the grave is still empty, the stone is still rolled. You're still high and lifted up, you're still seated on the throne. The cross still stands, the blood still flows. The work is finished, and hell still knows that the grave is still empty, the stone is still rolled. You're still high and lifted up, you're still seated on the throne. The cross still stands, the blood still flows. The work is finished, and hell still knows that the grave is still empty, the stone is still rolled. You're still high and lifted up, you're still seated on the throne. The cross still stands, the blood still flows. The work is finished, and hell still knows
elska þessa brú. Ég elska að syngja þetta. Svo mikil kraftur í því að segja við aðstæðurnar sínar. Rétt upp hönd sem búin að vera að berjast fyrir lífi sínu. Rétt upp hönd sem búin að vera með risa fyrir framan sig og bara ég skil ekki af hverju lífið gengur ekki upp. Af hverju árás eftir árás, af hverju barátta eftir baráttu. Bara skil þetta ekki Guð, hvar ertu? Það er svo gott að minna sig á að krossinn, hann stendur ennþá. Að gröfin ennþá tóm. Gröfin ennþá tóm og óvinurinn, hann veit það vel og hann gerir allt. Hann gerir allt til þess að dreifa huganum. Er Guð með þér? Ertu viss að hann sé ekki búinn að yfirgefa þig? Ertu ekki bara alein? Ertu ekki bara alein? Nei, gröfin ennþá tóm. Nei, hann ríkir enn. Nei, Guð ennþá Guð. Hann ennþá á hásæti sínu. Þannig mig langar að syngja þetta aftur, The Cross Still Stands. Af því það er svo mikil kraftur í því að horfast í augu við djöfulinn, horfast í augu við aðstæðurnar sín og segja The Cross Still Stands. Að minna hann á það. Hann veit alveg en stundum þurfa að minna hann á það. Hey, þú ert ennþá sigraður. Þú ert ennþá sigraður og þú verður það alla tíð. Það er nafnið Jesús sem vann baráttunum fyrir þig. Það er nafnið Jesús sem steig niður til helja og kláraði sigurinn fyrir þig. Þannig að þú getur staðið hér í dag og lofa Guð. Þannig að þú getur komið hérna inn með allt það sem þú ert að berjast og sagt Guð, hér er ég, taktu mig. Guð, hér er ég, mættu mér. Af því að það er bara hann sem frelsar okkur. Það er bara hann sem grípur inn í líf okkar. Því það er bara hann sem sigraði djöfulinn. Þannig við skulum syngja þetta aftur. Við skulum trúa þessu. Við syngjum þetta þangað til þú trúir þessu. Þangað til þú getur staðið stöður og hort í augu við djöfulinn og sagt nei, þú ert sigraður. Oh, the cross still stands. The blood still flows. The work is finished and hell still knows that the grave is still empty. The stone is still rolled, and you're still high and lifted up. You're still seated on the throne. The cross still stands, the blood still flows. The work is finished, and hell still knows that the grave is still empty. The stone is still rolled, and you're still high and lifted up. You're still seated on the throne. The cross still stands, the blood still flows. The work is finished, and hell still knows that the grave is still empty. The stone is still rolled, and you're still high and lifted up. You're still seated on the throne. Takk Jesús. Heilaði Faðir, ég þakka þér fyrir að sigurinn unninn. Ég þakka þér Drottinn fyrir að þú yfirgefur okkur aldrei. Ég þakka þér Drottinn minn og Guð, þú hefur aldrei farið frá okkur. Ég þakka þér Drottinn fyrir sigurinn unninn. Fyrir nafnið Jesús þá sigurinn unninn. Sigurinn minn fyrir nafnið Jesús og sigurinn þinn. Amen. Drottinn Guð minn, hér er ég, krýp á kné og ég þakka þér.
Gegnum allt hefur leitt mig, þegar nóttin dimm, enginn hér. Drottinn Guð minn, hér ég, krýp á kné og ég þakka þér. Takk Jesús. Gegnum allt hefur leitt mig, þegar nóttin dimm, enginn hér. Þá lyftum við röddum okkur og lofum hann. Þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, eilífð minn Guð. Þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, þig vil ég lofa, eilífð minn Guð. Þú sem skapaðir heiminn, heldur veröldin í hendi þér. Þú sem skapaðir höfin og lífið sjálft í hjarta mér. Þó lítur þú til mín, heldur
eitthvað sem að mikla verkin þín. Útrétt hönd og hjarta mitt, gerðu Guð það sem þú vilt, því nærvera er mesta gleðin mín. Sendur er helgur andi, sendur er helgur andi, ráð þú ferð, gefa dýr þín komi, gefa dýr þín komi. Eitt bið ég eitt þrái ég, meir en allt í heimi hér, að dvelja í húsi þínu allt mitt líf. Ég vil vita allt þig og sleppi því sem hindrar mig, því ó Guðir helgu logið mig. Ég brenna vil af ástríðu til þín. Sendur er helgur andi, sendur er helgur andi, ráð þú ferð, gefa dýr þín komi, gefa dýr þín komi. Sendur er helgur andi, sendur er helgur andi, ráð þú ferð, gefa dýr þín komi, gefa dýr þín komi. Ég vil aldrei hætta að undrast návist þína. Ég vil alltaf hrífast af því hver þú ert. Öll svo fegurð sem þú gafst mér sem minn vinur, en svo ólík öllu því sem ég hef séð. Ég vil aldrei hætta að undrast návist þína. Ég vil alltaf hrífast af því hver þú ert. Öll sú fegurð sem þú gafst mér sem minn vinur, en svo ólík öðru sem ég hef séð. Ég vil aldrei hætta
Sendu regnið þitt, Drottinn. Sendu regnið þitt, Faðir. Sendu regnið þitt, Drottinn. Sendu regnið þitt yfir þjóðin okkar, Drottinn. Drottinn, þannig að Íslendingar fá að kynnast þér á ný, Drottinn. Þannig að Íslendingar fá að kynnast þér á ný, Drottinn. Sendu þitt regn, Drottinn, yfir fjölskyldur okkar, yfir heimili okkar, Drottinn. Sendu þinn frið, Drottinn. Komdu með þína von og þína lækningu, Drottinn. Gefadyr þín komin, gefadyr þín komin. Praise the Lord, church. Lofsið drottning. In Africa, we are used to hearing the amen back. Já, ok, amen. Thank you for responding. I know now that I have people listening to me. Já, takk fyrir að bregða sér, nú veit ég að það er fólk að hlusta á mig. So my name is John Ngare, Ég heiti John Ngare and I come from Nairobi, Kenya. og ég kem frá Nairobi í Kenya. And I'm here for just a short while Ég kem bara hér í skamma stund to speak to you. til að tala til ykkar And I hope that God will move in you og ég vona það að Guð muni starfa meðal ykkar as He has purpose to. eins og hann hefur gert hingað til. I will speak from the book of Psalms 100, verse 5. Ég ætla að tala frá Sálmi 100, út frá Sálmi 100, versi 5. It's a psalm that speaks to me and where I come from. Þetta sálmi sem tala til mín og þaðan sem ég kem. It's very important because I encountered this particular psalm when I was very young. Og það skiptir mig miklu máli vegna þess að þessi sálmar hafði mikil áhrif á mig þegar ég var ungur. And I will be sharing about that in a while. Og ég ætla að deila með ykkur frá því á þessan hátt. So let us read together. For the Lord is good, Vegna þess að Guð góður and His love endures forever. og miskun hans varir að eilífu. His faithfulness continues through all generations. Og, já, ég er með þetta einsku hérna. Og trúfesti hans varir kynslóð frá kynslóð. Amen? Amen. Let us just make a short prayer. Bíðum stutt. Lord Jesus, we come before you. Drottin Jesús, við komum fram fyrir þig. We thank you and we bless you. Við þökkum þér og við blessum þig. Thank you, Father Lord, for your word, Þakka þig fyrir orð þitt, drottin minn. specifically made, oh Father Lord, for this particular day. Sérstaklega gert fyrir þennan ákveðna dag. I pray, Lord, that your word will move, oh Father Lord. Ég bið þess að orð þitt megi hafa áhrif með fólksins And it will transform, og það muni breyta. because that is what you are and who you are. Vegna þess að það sá sem þú ert, drottin minn. The God who moves. Drottin sem að fer á meðal fólksins. I bless you and I worship you in Jesus' name. Ég blessa þig og ég tilbyð þig í Jesú nafni. Amen. Amen. I'm really happy to be here once again. I was here 2 years ago. Ég mjög ánægður að vera hérna enn og aftur. Ég var hérna fyrir 2 árum síðan. So even though I don't look like I'm from here, I feel at home. Og jafnvel þó ég líti ekki út fyrir að vera hérðan, þá líður mér eins og ég sé heima. Amen. Amen. So let us go to the word a little bit. For the Lord is good, Förum aðeins í orðið því að drottin góður. and we have to think about what that means for us. Við þurfum að hugsa hvað það þýðir fyrir okkur. And His love endures forever. Og miskun hans varir að eilífu. So His love has no end. Þannig að kærleikur hans hefur engan endi. It was, Hann var, it is, hann and it will og hann mun be with us. verða á meðal okkar. His faithfulness continues through all generations. Og trúfesti hans frá kyni til kyns. These are words that are very important to me. Þetta eru orð sem eru mjög mikilvæg fyrir mig. And I will share a little testimony from where I come from. Og ég ætla að deila með ykkur litlu vitnisburði frá þeim stað sem ég kem. So I was born in a slum in Nairobi Ég fæddist í slömmi eða fátækrahverfi í Nairobi called Mathare. sem heitir Madari. And that is it's the second largest slum in Kenya, Það næst stæðsta slammið í Kenya, but the most dangerous. en það hættulegasta. It's a slum where to survive, it's very hard for young people like myself.
Það slömm það sem að til þess að bara lifa af, þá það mjög erfitt fyrir ungt fólk eins og ég var á þeim tíma. And I want to speak about the miracle that I am today, Og mér langar að tala það kraftverk sem ég í dag. because I wouldn't be here if it wasn't for his miracle in my life. Því ég væri ekki hérna ef það hefði ekki verið fyrir hans kraftaverk í mínu lífi. When I was very young, Þegar ég var mjög ungur, and young I mean 5 years old, ungur þá ég við 5 ára gamall, because of the situation we come from, þess að aðstæðna sem við komum úr, I started sniffing glue. ég byrjaði að þefa lími And immediately after, og strax svo eftir I started smoking weed. byrjaði ég að reykja gras. So my path was very clear. Þannig að brautin fyrir fram var mjög skýr. Because growing up in the slum, Vegna þess að ég ólst upp í slömminu, what we aspire to become það sem við sækjumst eftir að verða, is criminals. glæpamenn. Because surviving in the slum is very difficult. Því að bara lifa af í slömminu mjög erfitt. So everyone grows up saying, I will be a prostitute, I'll be a thief. Allir sem að alast vaksa á grasið því ég ætla að verða medla eða þjófur. Because I want to be able to own a TV. Kom again. Because I want to be able to own a television. Vegna sem ég langar að geta eignast sjónvarp. So that is the aspiration we grow up seeing and having. Því að það eru þessar eftirvæntingar sem við ölust uppið og sjáum og höfum. And I usually say I am a miracle. Þess vegna segja ég kraftaverk. Because growing up, Vegna þess að vaks úr grasi, God had a different plan for my life þá hafði Guð aðra áætlun fyrir mitt líf. that he made very clear. Sem hann gerði mjög skýra, mjög ljóst. My dad was, I am lucky that I was born in a family where it's a bit complete. So I have my dad and my mom in the same family. Ég lánsamur að hafa alveg upp og fæðst inn í fjölskyldu þar sem ég hafði bæði pappa og mömmu And that was the first miracle. og það var fyrsta kraftaverkið. And I celebrate my life because of that. Og ég fagna lífi mínu þess vegna. And I thank God because of that. Og ég þakka Guði fyrir það. Because if it wasn't for the fact that I had my father in my life, Ef það hefði ekki verið fyrir faðurinn sem ég hafði í mínu lífi, I wouldn't be here. þá væri ég ekki hér. Because I did everything else that everyone else does in Islam. Því að ég gerði allt sem allir aðrir voru að gera í slamminu. And my path was very clear. En faður minn var mjög skýr. But my dad had a different plan for me. En hann hafði aðra áætlun fyrir mig. And when I say it's a miracle, it's because most of my friends didn't have their fathers. Þegar ég segi það kraftaverk, það vegna þess að flestir vina minna hafði ekki feður sína hjá sér. On average, people get children when they are 14 and 15 in the slum. Að meðaltali þá eignast fólk börn 14 og 15 ára í slömmunum. Both my sisters who are older got their children when they were 13. Báða systur mínar sem eldri en ég eignuðust börn þegar voru 13 ára. So it's very common that it happens within the slum. Þess vegna það mjög algengt að það gerist í slömminu. But God had a plan for me. En Guð hafði áætlun fyrir mig. So when I was around 13, Þegar ég var í kringu 13 ára aldurinn, I had lived a life where I was being forced to go to church. þá lifði ég lífið þar sem ég var þvingaður til að fara í kirkju. Because my dad was very strict. Þannig að faðir minn var mjög strangur. Strict in a way that maybe you don't experience here. Strangur á þann veg sem að þið kannski upplifið ekki hér heima. But now when I grew up, I knew that was God's plan for my life. En núna þegar ég vaksin og grasi þá veit ég að það var áætlun Guðs fyrir lífið mitt. Because even though I was doing everything else during the week, Vegna þess að ég var að gera I was still sniffing, allt annað miðja vikuna, ég var ennþá að sniffa I was still smoking, ég var að reykja, I was committing some few robberies. ég var að stela hér og þar. On Sunday, I had to be in church. Á sunnudum var ég samt að vera í kirkju. Otherwise, I will not have a meal in that house. Ef ekki þá ég geti borðað heim hjá mér. And beyond that, he had to beat me up. Og þar fyrir utan var hann að berja mig. So I had to be in church. Þannig ég hefði hann barið mig, þannig ég varð að vera í kirkju. The second thing that is a miracle for my life, Setni, annar hluti sem kraftverk í mínu lífi, every day at 7 p.m. I have to be in the house. klukkan 7 á hverju mótni þá varð ég að vera heima í húsinu. Because the king is in the house, I have to be in I can't go into the house after him. Vegna þess að konungunum var í húsinu og ég gæti ekki farið inn í húsið á eftir honum. Again, I will be beaten and I will not eat food. Ef ekki þá verð ég lamin og fæ eitt að geta. So these are the two miracles that happened in my childhood. Þetta eru þessi tvö kraftverk sem gerðist í æsku minni. Because God always uses people when he wants to move in your life. Vegna þess að Guð notar alltaf fólk þegar hann vil gera eitthvað í lífið þínu. And you have to be able to identify who God is using in your life to move you. Og við þurfum að geta átta okkur á því hvern Guð að nota til að hafa áhrif á líf okkar. Because he's moving you towards his purpose. Come again? He's moving. He's moving you towards his purpose. Já, hann að koma inn í líf okkar með feður sína.
So he'll always use people to do that. Þannig hann notar alltaf fólk til að gera það. So when I was growing up and I was in church, I realized that there was a reason why I was going to church. Even though I was sitting at the back, Þegar ég var að alast upp og var að fara í kirkju, þá gerði ég mig grein fyrir að það var ástæða fyrir okkur. Ég fór alltaf í kirkju, jafnvel og í sæti alltaf aftast. my ears were wide open. Eyrun á mig voru alveg galopin. And God spoke to me Og Guð talaði til mín and called me a king. og kallaði mig konung. And I started thinking about a different kind of path for my life. Þannig ég fór að hugsa annars konar leið fyrir líf mitt. Because God has a purpose for my life, Því að Guð hafði áætlun fyrir líf mitt. I had to look for that particular path. Þá var ég að leita þessum ákveðna vegi. What does it mean for me to become a king, given that I come from this difficult circumstance? Hvað þýðir það fyrir mig að verða kóngur, jafnvel þú komið þessum erfiðu kringumstæðum? So I started exploring that particular concept. Þannig ég fór að stúdera þetta sérstaka konsept. And that basically drove me towards getting to discover what God wanted for me. Og það í raun og veru bara ítti mér út í það að reyna að uppgöta hvað það var sem Guð vildi fyrir mig. But it wasn't the same for most people from my community. En það var ekki það sama fyrir flest fólk í mínu samfélagi. And that's when I realized that God really loves me. Og það var þá sem ég gerði mig grein fyrir að Guð virkilega elskaði mig. And He is good. Og hann góður. Because he has used me to move a lot of people. Vegna þess að hann hefur notað mig til að hreyfa mörgu fólki. Because I immediately started working within the slum when I finished high school. Að því ég byrjaði, þegar ég hætti í gagnfræðaskólanum, þá byrjaði ég strax að vinna fyrir hann í slamminu, fyrir Guð. And the reason why I started working in the slum Þegar ég byrjaði að vinna í slamminu, is because I lost so many of my friends to crime. það vegna þess að ég misti svo marga vini mína inn í glæpi. Amongst the 120 people that I went to primary school with, Margt af fólkinu sem ég fór með í barnaskóla, var með í barnaskóla, we are only 3 who remain. við erum bara 3 sem erum eftir á lífi. The rest have been killed Restin af þeim hefur verið drepin. when they were 13 and 14. Þeir voru 13 og 14 ára gamlir. And they left behind many, many children. Og þau skildu eftir sig fullt af börnum. Someone had to take care of those children. Einhver verður að hugsa þessi börn. So because God has a plan, Vegna þess að Guð hefur áætlun, He had to move me og þurfti hann að færa mig, through my father. þá þurfti hann að hafa áhrif á mig, ekki færa mig, það sem hann á við, hann þurfti að hafa áhrif á mig í gegnum föður minn. Because His plan was to make sure that I am able to move many other children out Vegna of the þess að slum. áætlun hans var svo að ég geti síðan haft áhrif á fullt af öðrum börnum. Amen? We say that for the Lord is good, Við segjum vegna þess að Guð góður, því að drottin góður and His love for Mother endures forever. og miskun hans varir að eilífu His faithfulness continues through all generations. og trúfesti hans frá kyni til kyns. So there are people who grew up without their parents, Og það fólk sem ólst upp án foreldra sinna, but God made a parent out of the slum. en Guð bjóð til feður eða foreldra út úr slömmunni, To take care of them, til að hugsa þau, because He is a faithful God. vegna þess að hann trúfastu Guð. And I want to speak a little bit about that particular scripture Og við langar að tala svolítið þetta ákvæmna vers and what it means for us as a church. og hvað það þýðir fyrir okkur sem kirkja. There is a version that talks about, for the Lord is good, His mercy is everlasting. Það er þýðing sem talar að drottin góður og miskun hans varar að eilífu. And it continues to say, and His truth endures in all generations. Og segir að sannleikur hans mun halda áfram frá kyni til kyns. So we have to consider, what does that mean when God says His truth will endure all the generations. Og við þurfum að hugleiða hvað það þýðir að sannleikur hans mun vara frá kyni til kyns. There are things that He has spoken about Himself as God. Það eru hlutir sem hann hefur til dæmis sagt sjálfa sig sem Guð. And the first thing that we know is that God is a redeemer. Og það sem við vitum það Guð endurreisnarinnar. God doesn't want to destroy, but He wants to establish. Guð vill ekki brjóta niður og eyðileggja, hann vill byggja upp. And God only calls those people. And what only cause? God calls people Og Guð veldur því að fólk, because He wants to use them. hann kallar fólk vegna þess að hann vill nota það. And the devil will never attack something that is not of worth. The devil will never attack something that is not of worth to God. Not of, Worth. worth, Og við erum aldrei ráðast á neitt sem einhvers virði fyrir Guð.
Because he loves you, vegna þess að hann elskar þig, because he desires a relationship with you, vegna þess að hann þráir samfélag við þig, because he wants to bring you over as a co-worker in his kingdom. vegna þess að hann vil fá þig yfir í sitt ríki sem samverkamaður sinn. So he has a plan for redemption for you. Þannig hann hefur áætlun sem fyrir endurreisn fyrir þig. And he'll use people again to do that for your life. Og hann notar fólk til þess að hjálpa þér að gera það í þínu lífi. And it's clear in the Bible that he used someone to redeem us. Og það skýrt í Biblíuna, hann hefur eitthvað til að endurreisa okkur. When he looked at the world Þegar hann horfði á heiminn and he saw that the world was perishing, og hann sá að heimurinn var að farast, his love moved him þá var það kærleikur hann sem hreyfði við honum to send his son to us. að senda son sinn til okkar. Amen? Amen. Because Jesus wants us to go back to him, to the Father, Vegna þess að hann vill draga okkur til föðurins, tilbaka til hans. because he is a good and loving Father. Vegna þess að hann góður og ástríkur faðir. And he will love us in different ways. Og hann elskar okkur á mismunandi vegu. He will show us his love in different ways as well. Hann mun sýna okkur sín kærleika á mismunandi hátt. Because he is a faithful God. Vegna þess að hann trúfastu Guð. So he will lift us out of our difficult situations. Þannig hann tók okkur út úr okkur erfiðu kringumstæðum And he lifts us so that he can give us a new identity. og gefur okkur nýtt auðkenni, nýtt einkenni. So whenever you think you are not worthy in his size, Og þegar þú heldur að þú sitt ekki verðugur eða verðug í hans augum, that is the work of Jesus, to bring you to a point where you are in a relationship with God. og það sem sagt eitt af verkum Jesú að draga þig til föðurins til að eiga samfélag við hann. And when you're in a relationship with him, Og þegar þú ert í samfélag við hann, he will clothe you with his grace. þá mun hann klæða þig í náð sína. And grace is free. Og náðin ókeypis. It's free for all of us. Það ókeypis fyrir okkur öll. We can all access this particular grace. Við getum öll nálgast þessa ákveðnu náð. Because it is through his grace Vegna þess að það fyrir hans náð that we receive a helper þar sem við fáum hjálpara who will walk with us every single day. sem mun labba með okkur hverjum degi. So whatever it is that you are going through, Þannig að hvað sem það sem þú ert að ganga í gegnum, whatever it is that you are facing every single day of your life, hvað sem það sem þú ert að horfast í augu við á hvern dag í lífiðinu, we have a helper. þá höfum við hjálpara. And we have to acknowledge him in our lives. Og við erum að viðurkenna hann í okkar lífi. And we acknowledge him by accepting Jesus in our lives. Og við viðurkennum hann með því að taka á móti Jesú Kristi í okkar líf. So that this helper can start working and operating to teach us and to fix us. Þannig að þessi hjálpari geti byrjað að vinna í okkur og hjálpa okkur. So the Holy Spirit is active and alive. Þannig að heilagur andi lifandi og virkur. And he's willing and ready to move in your life. Og hann viljugur og tilbúinn að starfa í þínu lífi. Whatever situation you're in, Alveg sama hvaða kringumstæðum þú ert í. he is right there for you. Hann einmitt þar fyrir þig. You only need to ask. Þú þarft bara að biðja. I will read another book Mér langar að lesa úr annarri bók. as I finish in Deuteronomy chapter 31 verse 6. Eftir að ég les úr 106. 31 verse 6 Deuteronomy. Okay. Yes, the moment let me find. I'm very slow finding this. Yes. I understand. Give me patience. Yes. It's the Bible, isn't it? Yes, it is in the Bible. Okay. I need to put on my glasses. Okay, Deuteronomy. This is a very important scripture, especially for us who are still young. It's very important. We know each other since way back. It's not in my Bible. Let me see. So Deuteronomy is about God calling Joshua. Þetta fjallar þegar Guð að kalla á Jósúa. Especially this particular chapter that we are about to read. Sérstaklega þessum kapla sem við erum að fara að lesa. Which chapter is that? Chapter 31, 31, verse 6. verse 6. Let's clap for him. He has arrived. He has finally arrived. Yay! Okay. So God has a plan. That's what we know. Hann Guð hefur áætlun, það veitum við. He has a plan for you. Hann hefur áætlun fyrir þig. He has a plan for me. Hann hefur áætlun fyrir mig. And he has to make it work. Og hún mun virka. And what we know is that he uses people from all situations. Og það sem við vitum er að hann nota fólk úr öllum kringumstæðum. But most of the time we are doubting what he can do.
En for us. oft efumst við hvað hann getur gert fyrir okkur og með okkur. Because that is the work of the devil. En það verk djöfulsins að koma þeim inn. To remind us of where we come from. Að minna okkur á það hvaðan við komum, To show us our weaknesses. að minna okkur á veikleikana okkar, To show us our failures. að sína okkur hvar við höfum brugðist, To show us our past that is not so good. að minna okkur á fortíðin okkar sem ekki svo góð. Because he is a liar. That is his name. Vegna þess að hann legari og það hans nafn. And he wants to stop you because there is a big destiny in your life. Og hann vil reyna að stoppa þig vegna þess að það stór áætlun í lífiðinu. So this verse is about Joshua. Þannig þetta vers Jósúa. He's being sent to do something very important. Hann var sendur til að gera eitthvað mjög mikilvægt, But he has to be reminded en það þarf að minna hann á það that he has a God who is backing him up. að hann hefur Guð sem að bakkar hann upp. And I want you to be encouraged from this particular scripture. Og mér langar að þið verið uppörfuð frá þessu ákveðna versi. So my Bible says, be strong and of good courage. Biblían segir, verið djarfir og hughröstir. It doesn't say you need to have muscles. Það þýðir ekki að þú þurfur að hafa vöðva. It doesn't say you need to have guns. Það segir ekki að þú þurfur að hafa byssur. It says be strong. Það segir verið, I have both, muscles and guns. Oh, you have both. But that is not Please let in, me believe that. yes. Be strong and be of good courage. Já, óttist ekki og skelfist ekki. Já, verið djarfir og hughröstir, fyrir ekki, ég fór að sammála. Verið djarfir og hughröstir. Because we most of the time think we are weak. Vegna þess að oftast höldum við að við séum bara veik. That is the mindset of the devil. Það hugafar djöfulsins. To tell us we cannot do anything. Að segja okkur að við getum ekki gert. We cannot defeat the enemy in front of us. Við getum ekki sigrað óvinni fyrir framan. That this enemy is so big. Hans nafn svo stórt. That this problem will never go away. Að þetta vandamál mun aldrei hverfa. That you have tried every single thing and nothing seems to work. That you have tried every single thing and nothing seems to work. Við höfum prófað allt en ekkert virðist virka. But the scripture is clear. En orð Guðs mjög skýrt. Be strong Verið and of djarfir good courage. og hughröstir. Do not fear, Óttist ekki, because fear is of the devil. því að ótti kemur frá djöflunum. Fear causes us to doubt ourselves. Óttin veldur því að við efumst okkar eigi ágæti. Fear causes us to doubt what God has said about us. Óttin, hann fær okkur til að efast hvað Guð hefur sagt okkur. So do not be afraid. Verið ekki, óttist ekki. For the Lord your God, Því að drottinn Guð þinn He is the one who goes with you. fer sjálfur með þér. So you are not alone. Þú ert ekki einn eða ein. Whatever you're facing, you are not alone. Hvað sem þú stendur frammi fyrir ertu ekki einn God eða is ein. right there with you. Guð þar akkurat með þér. He's accompanying you on your journey Hann fer með þér, þeir samferða í ferðalaginu þínu. because there is a great destiny in your life. Vegna þess að það mikil áætlun sem Guð hefur fyrir The scripture finishes by saying He will not leave you. Og það endar versið á því hann mun ekki hvorki bregðast þér, So He'll always be with you. né yfirgefa þig. Hann Even mun when alltaf you vera don't með- see Him, Hann verður alltaf með þér. He will be with you. Hann verður með þér. When you're struggling, Þegar þú átt í erfileikum ert að berjast, He's right there besides you. þá hann þar akkurat við hliðina á þér. So our work is to always remember that He's there Okkar hlutverk að muna það alltaf að hann með okkur. and not allow fear to come into our hearts Og ekki leyfa óttanum að koma inn í hjart okkar. and not allow doubt to come into our lives. Og ekki leyfa efanum að koma inn í líf And okkar. those voices that keep speaking to us bad things, Og þessar raddir sem að segja okkur eitthvað slæma hluti, we have to remember that God is right there. við verum að muna eftir að Guð akkurat þar með okkur. And He will never forsake you. Og hann mun aldrei yfirgefa þig. You will never be alone. Þú verður aldrei einn eða ein. No matter what you have gone through, you will never be alone. Alveg sama hvað þú gengi í gegnum, þú verður aldrei einn eða ein. I'm inviting you to a relationship with Christ Ég að bjóða þér að eiga samfélag við Jesú Krist. because it's through Him that we have access to these particular things that we are talking about. Það vegna þess að það í gegnum hann sem við höfum aðgang að þessum hlutum sem við erum að tala We get a Redeemer. Við eignust endur lausnara. We get a loving Father. Við eignust elskandi föður. So when there is no love in the world, we have a loving Father in us and with us all the time. Og þegar það engin kærleikur í heiminn þá eigum við kærleiksríkan föður sem með okkur allum stundum. We get a helper Við fáum hjálpara whose work is to continue working in and through you og sem hans hlutverk að vinna innra með okkur og í gegnum okkur. because God has a great plan for your life. Vegna þess að Guð hefur frábær áætlun fyrir lífið þitt. So no matter where you are coming from,
Alveg sama hvað þú ert að koma, you have to start looking ahead þá verður að byrja að horfa fram á veginn. because that's where God is taking you. Því það okkur að tanga sem Guð að fara með þig. Amen? Amen. And God bless you. Guð bless ykkur. Yeah. So maybe we will call some people up there later and pray with us. Right now? No, just in a few minutes. Okay. Gott orð. Óli minn, vilt þú bæta ykkur við þetta? Nei. Okkur langar að þjóna til ykkar. Við erum með mjög gott fólk með okkur hérna í kvöld í fyrirbæni þjónustu. Ef að þú í þínu hjarta finnur það, þetta hefur talað til því sem hann var að segja. Þetta er yndislegur drengur, ég hef unnið með honum út í Kenía, verið með honum og sé hvernig hann vinnur. Og þetta er maður sem að hann leggur lykkja leið síni til að fara heim til þeirra sem vinna mega sín til að sjá hvernig þeim gengur. Því hann hefur, hann, eins og maður segir, hann er ekki bara orðin, hann gerir. Og ef að þú ert á þeim staði í þínu lífi að þú vilt gefast Kristi eða komast nær honum, þá viljum við hjálpa þér með því að biðja fyrir. Og ef það er eitthvað í þínu lífi sem þér finnst að þú þurfir eða vilji fyrirbæn fyrir, þá viljum við endilega biðja fyrir þér. Og mér langar að segja við ykkur, það eru sum ykkar hérna inni, ég veit ekki hver það er sem þarf að heyra þetta, en Guð er Guð endurreisnarinnar. Guð Biblíunnar er Guð endurreisnarinnar. Og það er ekkert sem þú getur hafa gert í lífinu sem veldur því hann getur ekki reisti við. Þegar þú trúir því að það er ekki hægt að reisa þig við, þá er það óvinnur sem er að ljúga þér. Mér er alveg sama hvað þú hefur gert. Það er alltaf, Guð vill alltaf reisa okkur við aftur og aftur og aftur og aftur. Hann gefst aldrei upp á þér. Svo lengi sem að þú hefur auðmjúkt hjarta og kemur til hans, játar syndið þínar og biður hann að reisa þig upp. Þá gerir hann það. Veistu það að í mjög stórum hluta Biblíunnar er fjallað morðingja sem voru miklir Guðs menn. Ef við myndum taka Biblíuna, við myndum rífa út allar bækur sem fjölluðu morðingja, þá væri hún ansið þunn. Ég hef ekki fundið neinn í Biblíunni fullkominn annan en Jesú Krist. Þetta er allt gallaðir menn eins og ég og mörg okkar hérna inni, en samt elskuða Guði og notuða Guði nákvæmlega svo hann var að tala um. Menn sem að Guð reist upp aftur marga hverja, aftur og aftur og aftur og aftur, sem höfðu fallið. Og það er vegna þess að hann er sá sem að segist vera. Hann er heilagur, hann er raunverulegur og hann er persóna. Og hann grætur yfir hverju einustu mannesku sem að glatast. Þetta er sá Guð sem ég þekki. Þetta er sá Guð sem hann er að segja okkur frá. Og hann hefur áhuga á öllu í okkar lífi, alveg sama hvað það er. Alveg sama hvað það er. Hann vil reisa upp sambönd í fjölskyldum. Einhver hérna inni er í aðstæðum þar sem að rofna samband við börn sem að vil reisa upp aftur. Það er Guð endurreisnarinnar. Í kvöld er smurning fyrir fjölskyldur til að koma til að endurreisa fjölskyldutengsl sem aðeins Guð getur gert. Bara hann getur gert. Ekki eins og menninni gera, heldur eins og hann gerir. Þannig ef þú vilt meðtaka, leiðu okkur þá að biðja fyrir þér. Hver hérna inn er óbáslega sem að lifi í ótta við eitthvað komið fyrir börni sín? Hver er það hérna inni? Er einhver ykkar hérna inni núna í kvöld sem að er alltaf að hugsa að eitthvað komið fyrir börni mín? Það getur eitthvað komið fyrir barnið mitt, það getur eitthvað komið fyrir barnið mitt. Er einhver sem kannast við þau orð? Ef það er einhver sem kannast við þau orð,
Það er ekkert athugavert við það að hafa áhyggjur af velferð barnanna sinna, það er ekki það sem ég er að tala um. Ég er að tala um þegar við berjumst við að við erum alltaf hræddu eitthvað gerist fyrir börnunum okkar. Má ég þá biðja að standa upp og má ég biðja fyrir þér?